Jæja, við ætlum að kíkja saman á Norðurálsmótið á Akranesi. Það var haldið hérna helgina 18. og 19. Hér allt að springa, fullt af fólki, það eru yfir 1000 börn að keppa og foreldrar með þeim, fullt af lífi og fjöri. Börn að stíga sem fyrstu skref á fótboltavellinum. Við skulum taka Hlyn að tali, hann að skipuleggja þetta stórkostlega mót hérna á Akranesi. Herðu, hér stórmót með 7. flokk karla. Og hérna eru mætti núna 1250 strákar, etja kappi í knattspyrnu. Já, 7. flokkur, sérðu? 7. flokkur, bara menn að stíga sín fyrstu skref í fótbolta. Já. En hér náttúrulega bara gleðin við völd í knattspyrnu. Já. Þannig að margir að þessu drengjum eiga sér mikla drauma að vera atvinnumenn í fótbolta. Já. Þannig að ykkur verða það, ekki spurning. Þú ert mótarstjóri hérna. Já. Og eins og segir, þú leggur upp með gleði og eitthvað. Hvernig er að skipuleggja? Hvað þetta margir, sagðirðu? Þetta eru 1250 krakkar. Skipuleggja mót fyrir 1250 6 ára. 6 ára hérna fáum við bolta í okkur, var að koma. Hvernig gengur að skipuleggja svona mót? Þetta gengur alveg þokkalega. Þetta náttúrulega, það koma margir að. Við erum náttúrulega með barn- og unglingaráð sem er líka inn í þessu. Og svo erum við bara með fullt af fólki líka á Akranesi sem vill alltaf koma að þessu. Þannig að þetta tekst alltaf að lokum. Já, þú ert ekki einn alveg? Nei, alls ekki, ég er alls ekki einn sko. En við erum náttúrulega með fullt af starfsstöðum og það eru verkstjórar yfir þeim stöðum og svo er bara fullt af fólki sem starfar í kringum mótið. Þetta eru sko, talan er svona kringum 200-250 mann sem starfa í kringum mótið í heild sinni. Ég hugsa að sé ekki minni það allavega. Það eru væntanlega allavega 1, 2, 3, 4 foreldrar með hverju? Já, ég myndi segja það, sko, að þetta væri svona 3500-4000 mann sem væri að láta lið sín að liggja á Akranesi með þessu móti. Já. Ég myndi telja það. En við Norðurálsmóti í ár, sem við gerum saman í fyrra, við byrjuðum á 5. daginn. Við byrjuðum 17. júní og þá vorum við með leikskólakrakka sem er í 8. flokk og við fengum kringum 500 krakka hérna á Akranes sem voru að keppa hérna og það var alveg gríðarlega vel lukkað og bara þvílík gleði sem átti sér stað hérna á þessu keppnisvæði hérna sko. Þá eru krakkarnir bara að byrja 5 ára að keppa? Þá eru bara 5 ára gömul og alveg niður 4 ára sem voru hérna á mótinu í rauninni og þannig að í gegn núna þessa helgi, ef við tökum 5. daginn með, þá er þetta svona kringu 1750 krakkar sem er að koma hérna að keppa í fótbolta. Þetta er ekkert smá mót. Þetta er ekki smá tala. Þú myndist á gleði hérna áðan. Þegar þið eru með hérna keppendur á sínu fyrsta móti, þá leggið þið væntanlega, það eru aðrar áherslur heldur en kannski á atvinnu. Já, við erum ekkert úrslitamiðuð. Þetta er þannig fyrirkomulag. Á föstudeginum þá eru liðin náttúrulega renguð niður í riðla og keppa innbyrðis þar og svo á laugardagssunnudegi þá eru liðin að keppa móti liðum sem eru svona sambærileg í getu. Þannig að það er enginn að fara hérna sár með kannski 10 töp á bakinu. Svona vonandi ekki allavega. Já, það er reynt að geta þannig, að kerfið virka þannig og fyrir vikið þá er yfirleitt bara meiri gleði hérna og meiri skemmtun á þessu móti. Þetta er mikilvægt að leggja upp með að fyrsta upplifunin sé góð og fylgið þeim svolítið úti. Já, algjörlega og sko mín upplifun allan það sem ég hef verið hérna í kringum þetta mót að það er bara gríðarleg gleði hérna í börnunum sko. Ég sé hérna landsliðsfólk í knattspyrnu mæta með börnin sín hérna. Heldurðu að þessi mót fylgi þessum keppendum út í lífið? Já, tvímælalaust. Þetta er eitt af þeim mótum sem þessi krakkar muna eftir all ævi. Það er bara ekki, allan mín börn sem hafa komið hérna og keppt hefur muna eftir þessu ennþá og maður hefur heyrt alveg önnur börn sem eru töluvert eldri sem voru hérna fyrir 25 árum, þau muna ennþá eftir þessu sko, einstaklingar sem ég þekki. Þannig að þetta mót lifir alltaf með þér. Og þetta er náttúrulega nokkuð svona mót, það er í Vestmannum og Akureyri, svona meðal annars, og þetta eru mót sem lifa alltaf með krökkunum bara. Þetta er bara risa upplifun. Þetta er bara risa upplifun og þetta er bara frábært allir leyti, myndi ég segja. Hvað eru þessi lið að taka marga leiki? Þessi lið er að keppa í heildina 13 leiki yfir þessa 3 daga. Já, vá, það er ekkert smá. Nei, þetta er ekkert smá, sko. Þannig að það er rosaleg reynsla sem að fæst með þessu móti. Algjörlega sko. Þetta er 13 leikir og hver leikur er 12 mínútur. Þannig að þetta er alveg helling að spila mínútum sem hver einstaklingur fær. Það er ekki spurning. Er allt til alls til að halda svona stórt móti? Áttirðu allar græjur og allan búnað og fólk og allt? Nei, við þurftum að leita til Mosfellsbæ og Borgarnes bara til þess að redda okkur mörkum í þetta mót líka. Þetta eru 24 vellir, þetta eru 48 mörk sem þarf í eitt svona mót. Þannig að það var gott að eiga svona góða nágranna. Og það hefur verið sjálfsagt alveg? Bara ekki neitt vandamál þar sko, bara sjálfsagt að lána okkur mörk.
þú hefur komið víða að varðandi knattspyrnu. Þú hefur sjálfur spilað, þú ert búin að vera með meistaraflokki og alls konar störfum. Hversu mikill munur er á þessu, hérna, með yngsta að skipuleggja starf hérna fyrir yngstu og svo fyrir atvinnudeildina? Já, þetta er svolítið munur. Ólíka kröfur. Þetta er ólíka kröfur. Ég get sagt þér að kröfurnar í þessum aldurshóp eru engar, sko. Ekkert í samanburði við meistaraflokka. En þetta er bæði jafn skemmtilegt, algjörlega, og þetta er bara, fyrir mér er þetta bara frábært að vera í kringum fótbolta. Ertu með jafn kröfuharða foreldra hérna og hjá atvinnu? Ég hugsa þessi kröfuharðari foreldrar hérna í 7. flokk. Eða ekki? Jú. Já, ég held það.